Sjávarútvegur hefur lengi verið eitt helsta haldreipi Grindavíkur. Nokkur stór útgerðarfélög koma frá bæjarfélaginu og var Grindavíkurhöfn önnur aflahæsta höfn landsins á árinu 2012. Fyrirtækin Vísir hf og Þorbjörn hf hafa sett á laggirnar athyglisvert verkefni. Er að ræða verkefnið Kotland og vonast fyrirtækin eftir að geta skapað enn meiri verðmæti úr veittum þorski en nú er gert. Kotland í rauninni klasi þar sem fjöldi fyrirtækja með mismunandi bakgrunn í sjávarútvegi koma saman til að þróa verðmæti úr aukaafurðum þorsksins. Pétur Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis hf, telur gríðarleg sóknarfæri í íslenskum sjávarútveg. Með því að nýta seinni helminginn af þorsknum, eins og Pétur kallar það, er hægt að tvöfalda verðmæti úr veittum afla. Það er talsvert mikil tækifæri þarna. Ég hef nú gert svo djarfur að ef við fáum tíma og fáum að halda aflinu til að gera þetta, að þá er möguleiki á að tvöfalda verðmæti þorsksins ef við trúum og höfum þolinmæði og við höfum allt til þess. Verðmætin í þessum seinni helmingi er ekki minni, jafnvel meiri, heldur en í þeim mat sem við búum til úr fyrri helmingnum. Kotland er svona regnhlíf yfir nokkuð mörg framleiðslufyrirtæki og allt frá því að vera bara hefðbundin þurrkun, hefðbundin lifrarniðursuða. Við ætlum að draga að okkur alla þá þekkingu og alltaf afl og öllu fyrirtæki sem vilja vinna í þessum geira. Hvað teljið ykkur geta fengið margar krónur út úr hverju þorskflæki, ef svo má segja? Já, við höfum alltaf, það er meira gaman að tala svona hvað við gerum við 5 kíló af þorsk. Við viljum veiðan 5 kíló, það er svona líffræðilega góð stærð og gott að vinna. Út fyrir hvern 5 kíló af þorsk í dag erum við að fá kannski 2.000–2.500 kall. Það er ekki langt, samkeppnisþjóðir okkar er að fá eitthvað minna en það vegna þess að við erum að nýta 75% á honum í dag en aðrir kannski bara 50%. En bara með þeim verðum, úr þeim aukaafurðum og úr þeim afurðum sem unnin eru úr innvolsinu og því sem við ekki nýtum í dag, við notum þau verð, að þá á að vera hægt að fara með þetta verð í 5.000 kall. Og markmiðið bara í ár hjá okkur er að búa til 5.000 kall úr einhverjum hluta þorsksins. Pétur segir að sjávarútvegsfyrirtækin á Suðurnesjum verða að vinna saman. Með því móti geti hugmyndafræðin á bakvið Kotland orðið að veruleika. Það eru mörg fyrirtæki á Suðurnesjunum. Við erum með þurrkfyrirtæki sem er í Reykjanesbæ, við erum með fiskverkun í Sandgerði sem er að vinna með okkur. Það eru fyrirtækin í Grindavík og þannig að við erum bara að sjáum fram að þetta verður aldrei veruleika nema menn vinni saman og tjaldi allir því til sem er eiga. Í þessum seinni helmingi eru öll þessi efnasambönd sem úr hreinu Norður Atlantshafinu sem að menn átta sig meira og meira á og ekki bara við, heldur allar okkar samkjöfnisþjóðir eru búin að átta sig á þeim verðmætum sem eru í þessu. Það eru til fyrirtæki út í heimi sem er búin að vera í 10 ár að gera sem við erum að byrja núna. Þannig að það er ekkert af vandbúnaði, við höfum allt til þess og við erum mjög vissir það með tíð og tíma að ná að tvöfalda verðmæti þorsksins. Ef vel tekst til gæti fjöldi nýrra starfa í sjávarútvegi skapast fyrir háskólamenntaða einstaklinga. Með þessu móti þurfum við að draga inn alla þá þekkingu sem kennd í háskólum. Það er hönnun, efnafræðingar, lífefnafræðingar, markaðsfræðingar. Þannig að þetta er bara verkefni nýrrar kynslóðar. Hérna eru dýru störfin og ég er alveg sannfærður það að það eru meiri verðmæti til langs tíma í þessum pakka en það sem við höfum unnið í dag.